Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, komið sæl og blessuð. Ég hef síðustu vikur hér á mánudögum í þættinum Þingið átt spjall við þingflokksformenn og í dag var og komin röðin að Pírötum en hún Þórhildur Sunna sem gegnir þeirri stöðu, hún í útlöndum. Þannig í hennar stað komin Björn Leví Gunnarsson, velkomin til okkar. Takk fyrir. Ég nú starfandi þingflokksformaður eins þá þessa vikuna. Já, einmitt, svo það sé sagt og því haldið til haga. Heyrðu, ég að hugsa að byrja á því að ræða við þig mál sem hefur svona verið svolítið ábyrjandi í umræðinni síðustu daga. Gott ef ég sá ekki frétta einhvers staðar að það kynna að koma klofningsframboð út úr Pírötum en ég semst að ræða það að þið réðu til ykkar kannski fyrir hálfu ári eða svo mann sem hefur nú oft verið ábyrjandi í þjóðmálaumræðu, Atli Þór Fandal, og var síðast í því hlutverki að vera framkvæmdastjóri Transparency Iceland. En hann ekki lengur að störfum hjá ykkur. Það hafi verið skrifaði fréttir að það hafi verið einhverjir samstarfsörðuleikar og það hafi semst komið upp það að hann hafi tekið sér fullt mikið vald í að smala einhverjum fulltrúum þegar þau voru að kjósa nýja stjórnir og eitthvað svoleiðis. Hvað satt og logið í þessu? Ýmislegt svona kannski ekki alveg hárnákvæmt. Allir drífandi einstaklingur og stundum fer svona kappaðins framar hjá fólki heldur en forsjá. Þannig að þetta í rauninni ekkert rosalega flókið mál. Það fer oft svona smá teitringur í fólk þegar það svona prófkjör eða eitthvað því líkt. Og ákveðin kannski vonbrigði sem að koma stundum upp fólki býst við að það gangi betur eða verð eða ýmislegt svoleiðis og þegar niðurstöðu koma þá bara stundum tilfinningar sem í gangi. Þetta ekkert mikið flókið og ekkert nýtt og mun gerast aftur og bara mjög mannlegt. Menn tala að sé svolítið svona Shakespearísk vitt í þessu að Þórhildur Sunna hafi kannski bara vikið alla frá störfum og þau hafi fyrrum verið mikil systkin í anda. Er það ekki rétt? Nei, það ekki rétt. Það virkar ekki þannig. Það virkar ekki þannig? Nei, þingflokkurinn rauninni allur tekur ákvarðanir starfsmannamál þingflokks. Þannig nei, það ekkert svoleiðis. Nei. En þið fóruð að stað í Pírötum með, þetta var ekki hugtakið flatur strúktúr. Jú. Og hefur þetta verið svona, þetta pínu vandamál að... Já, góð spurning. Þar sem að völd eru til staðar, að þar verða alltaf einhver vandræði. Bara mismunandi skoðanir fólks á einu og öðru gera það að verkum að fólk vil gera eitt en ekki annað og þá þarf einhvern veginn að takast á við það og þegar að þú ert með einhvern sem bara einn sem ræður að þá rosalega auðvelt að taka ákvarðanir, bara það þessi einn sem ræður. Þegar þú ert með flatan strúktúr og þá þarf að fara í meira samtal og í rauninni engin einn sem að ræður. Við erum bara að koma okkur niður einhverja niðurstöðu og það tekur yfirleitt þá aðeins meiri tíma því að það þarf að heyra sjónarmið allra og þess háttar. En ég held að það sé hollara þegar allt kemur til alls. En það eru þessi kostir og gallar, einn sem ræður og þá þetta mjög skilvirt. Þetta bara gert svona eins og eftir einhverju forskrift. Og þá bundið þeim kostum og göllum sem að viðkomandi aðili tekur ákvarðanir hvort það séu réttar eða rangar ákvarðanir, hvaða sjónarmið eru tekin til skoðunar og hver ekki og þess háttar. Allavega okkur að þá endum við alltaf þannig að við vitum af sjónarhornum hvors annars og skiljum af hverju viðkomandi tekur þá kannski aðra ákvörðun eða ekki og bara virðum það við hvort annað. Það hefur gengið alveg rosalega vel núna allavega á þessu kjörtímabili og síðasta kjörtímabili líka og þetta svona alltaf svona ákveðin slípun sem þarf alltaf að eiga sér stað að skilja hvaðan aðrir eru að koma og það ofta ekkit voðalega auðvelt. En heldurðu kannski að hugmyndir þeirra sem ekki eru Píratar það hvernig Píratar hugsa sjálfa sig og heiminn sem sagt það sem frábrugðið hefur verið frábrugðið ykkar strúktúr og annara hefðbundinna stjórnmálaflokka á Íslandi heldur að það kunni að hafa komið í veg fyrir
Mikla svona Golgatagöngu fyrir 7 árum. Það stundum talað að Framsókn hafi ekki viljað leggja í samstarf með ykkur þegar vonir sumra stóðu til allt annars ríkisstjórnar samstarfs en kom upp úr. Já, það kemur ekki óvart allavega að þetta snýst þessa gagnkvæmu virðingu þegar allt kemur til alls. Og gagnkvæm virðing næst í rauninni þegar þú skilur viðkomandi samstarfsaðila og í samstarfi, til hans ríkisstjórnarsamstarfi eins og núna, þar skilja þessir 3 leiðtogar ríkisstjórnarinnar eða skildu allavega áður en kannski Katrín hætti áður en á meðan allt líka lindi þannig séð, skildu hvort annað mjög vel og rauninni og vissu að þau hefðu rauninni stuðning síns flokks og þurftu ekkert að skilja hina þingmennina, hina samstarfsmennina neitt sérstaklega vel. Á meðan kannski í svona samstarfi þá þyrfti að skilja okkur öll. Þjóðurinn þyrfti að skilja allan þingflokk Pírata sem kannski pínu flókið. Þannig að maður skilur alveg að þetta sé kannski svona meiri áhætta að einhverju leyti þegar þú áttar þig ekki á hvernig það mikilvægt að starfa á svona breiðari velli að reyni kannski á þolinmæðina meira eða eitthvað þýmlíkt, ég veit það ekki en það gerist ekkert sjálfkrafa í þessu þannig að mér finnst allavega betra að gera þetta svona á svona víðari samræðu þó að það sé alltaf ákveðin togstreita líka innan Pírata hvort við eigum að vera með formann eða ekki að þá það samt það alveg galli hjá okkur að það sé ekki hægt að ganga bara í einhvern einn og segja, herðu, hvernig svarið við þessu og það alveg hlutverk sem að okkur vantar á vissan hátt án þess að því nauðsynlega fylgi kannski þau völd sem að þessi klassísku stjórnmálaleiðtogar hafa því að svona allavega okkar mati að þá hefur kannski það verið vandamálið í íslenskri pólitík einhvern veginn hvernig einn einstaklingur ræður svona miklu í þingbundnu lýðræði að það smitar rauninni svo mikið út frá sér á þann hátt að þessir einstaklingar verða yfirleitt ráðherrar og taka þá valdið með sér frá Alþingi til framkvæmdarvaldsins og þá ekki til lengur þessi aðskilnaður á milli framkvæmdarvalds og löggjafarvalds sem svona talað í fræðanum að séu rosalega hollur og góður gerir það verkum að þegar þingið á að sinna eftirliti með verkum ráðherra að þá þeir að sinna eftirliti með fólkinu sem það treystir til þess að ráða og ræður yfir því í rauninni í þeim skilningi málsins. Þessi aðskilnaður sem þú nefnir nánast illa séður í framkvæmd og heilu kjörtímabilin. Algjörlega. Og öllu snúið á haus. Já, það gerir það verkum að þegar við reynum að skoða, herðu, hérna ráðherra að gera eitthvað algjört rugl, getum við skoða það nánar, bara samkvæmt, forskriftinni sem að eftirlitsvald Alþingis á að starfa eftir, og þá fáum við bara nei frá meirihlutanum. Já, en þessi vít að gera og skera, að aðhafast, gera hlutina hratt, taka stóra ákvarðanir, the show must go on þetta eitthvað svona ef að kalla þetta vertíðar hyggju að það eitthvað sem svona drífandi í íslenskri þjóðarsál og það eitthvað sem að fær fólk til þess að staldra við þegar þau komið, foringjalaus í ákveðnum skilningi og við eigum kannski auðveldar með að trúa því að þið verðið aldrei stjórntæk heldur en aðrir flokkar. Ég held að þvert á móti við séum stjórntækari þegar kemur til alls. Ég skil alveg hvað það kemur. Ég kallaði þetta stundum, við vinnum daldið eins og hérna sé einhvað svona hvalreka hagkerfi. Það bara kemur á fjörur okkar einhver hvalreki og við bara hellum okkur í það verkefni. Með engri svona fyrirhyggju. Ferðamanniðinaðurinn, síldarævintýri, bankanir og allt þetta bara svona tækifæri sem við bara dýfum okkur á bólakaf og pælum ekkert í afleiðingunum sem að gætu verið af svoleiðis svona græðgi í rauninni þegar allt kemur til alls. Hömluleysi. Algjört hömluleysi. Og þetta hömluleysi sem að einstakir aðilar geta drifið áfram á svo rosalega skaðlegan hátt. Að geta komið í ákvætt,
að geta gripið tækifærið, getur sjálfsögðu verið jákvætt líka. Spilað á markaleysi eigin þjóðar eins og Hörpu. Nákvæmlega. Þannig að breiddin sem að við bjóðum upp á svona ákveðin varúðarbreytt og það þarf samt það þarf þessa dýnamík á milli þess að geta tekið frumkvæðið og vaðið rauninni í góð tækifæri en það líka svona forsjálfuna og fyrirhyggjuna að fylgja þar á eftir og ég til að við bjóðum upp á það framar öllum öðrum flokkum. Það þetta eftirlit með spillingu til dæmis sem að svo rosalega ofalega ábæði hjá okkur. Já. En ef ég held áfram að vera með svona leiðilega spurningar sko, frábæra spurningar, hvað talum? Ef þú ert aldrei í meirihluta, ef þú ert alltaf í minnihluta hve mikil verða áhrifin? Hingað til höfum við náð alveg þó nokkuð miklum áhrifum. Það sjást kannski ekkert rosalega beint, það eru svona mál hér og þar sem hafa komist lengra og ýmislegt svoleiðis út af því að við höfum verið að svona kvappa, má segja það kannski. En ég allavega persónulega á þeirri skoðun að sem sagt, ég myndi vilja sjá annars konar stjórnarfar. Þá til dæmis minnihlutastjórn. Til þess að aðskilja einmitt betur á milli framkvæmdarvalds og löggjafarvalds og eftirlits gagnvart framkvæmdarvaldinu og svo framvegis. Já. Ég held bara að stjórnmálin sé ekki alveg tilbúin í það. Það þarf ákveðið traust til þess sem ég held að sé ekki til hvorki rauninni í samfélaginu né í pólitíkinni. Þannig að nauðsynlega til þess kannski að ná að breyta þessari menningu að þá þurfum við að fara í ríkisstjórn. Þá meirihluta ríkisstjórn. Rauninni til þess að kannski öðlast það traust. Stefnan tekin á það núna. Já, ég meina það, og það ekkert mál fyrir okkur. Það kannski meira mál fyrir samstarfsflokkana. En það það sem ég sé sko í mununum á því hvernig við viljum starfa og hvernig til hans núverandi ríkisstjórn starfar. Að það virðist ekki vera nein gagnkvæm virðing gagnvart mörkum hinna samstarfsaðilana. Ég lýsi þessu oft þannig að sko við erum með svona lögfræðingaflokk í svona hæstráðandi, hefur verið þessi risaflokkur hérna sem bara lögfræðingaflokkur. Og samningateknin það sem skiptir öllu máli, hvernig við gerum málamiðlanir. Og í málamiðlanum þá samningateknin sem skiptir öllu máli. Og samningatekni í lögfræðinga að taka sínar svona ítrustu kröfur fyrir sinn skjólstæðing. Þau kunna að vinna þannig. Ég bara, nú ætlum við að ná einhverju niðurstöðu, ég fer að gera mínu ítrustu kröfur. Og þú gerir þínar ítrustu kröfur og svo reynum við að svona kaupa eitthvað frá hverjum öðrum og mætust eitthvað stærri miðinni. Hver dómari sker úr hvernig niðurstöðan og svo framvegis. En þegar ég geri mínar ítrustu kröfur gagnvart þér, þá ég raunin að sýna þér ákveðna vanvirðingu. Ég ekki að sýna þér skilning á því sem að þér finnst vera sársaukafullt. Ég tek kannski ákveðin bara mannréttindi, þú veist, í fangið hjá mér sem að þér annt Ef að ég væri að vinna með þér í samstarfi, sem andstæðing var þetta ekki mál, en í samstarfi, að þá væri ég bara einfaldlega að móðga þig með því að taka þann valmöguleika á borðinu sem að þér finnst vænt og reyna einhvern veginn að nota það sem einhvers konar samningastöðu á móti til þess að fá eitthvað síðan á móti. Þannig að við viljum allavega starfa þannig að við sýnum samstarfsaðilum gagnkvæma virðingu. Og sko, það mikilvæga í því að sem sagt, við fáum niðurstöður núna og núverandi ríkisstjórn á öllum málum sem hefur verið að gera málamiðlanir lægsti samnefnarinn. Það bara algjörlega, þetta var viðkennt á vinnumannsráðstefnu ASÍ núna daginn. Þar var félags- og vinnumarkaðsráðherra sem var að segja að hann hefði verið með frumvarp í smíðum einmitt þessi mál, vinnumannsalsmálin og ýmslega svoleiðis. Og hann komst bara að því að það var ekki alveg sátt ákveðin atriði málsins. Þannig að hann tók öll atriðin sem að aðilar voru ósáttir við og bara tók það burt og lagði fram þá berstrípað frumvarp sem að allir gátu verið sammála. Þetta svona allir sammála pólitík einhvern veginn. Þessi ítrasta málamiðlun, það má enginn vera ósammála neinu. En hvar þá hugmyndafræðin þar? Hvar getur þessi eini
sem bara nei, ég vil ekki þetta ákveði sem rauninni leifir ákveðina sko hólu í svona, sem leifir þá vinnumannsal. Af hverju eigum við að hlusta á hann? Já. Af hverju getum við ekki bara sagt, já, þú mátt vera ósammála þessu, en við verðum að gera þessa breytingu til þess að koma í veg fyrir vinnumannsal. En af því að eitt segir bara, nei, fyrirgefðu, ég er á móti þessu, þá bara, ok. Það er bara eftirlátsemi, bara eftirgjöf, bara aumingjaskapur. Þetta er náttúrulega einstaklega hættulegt ástand, sko, ef raunverulega kalla að mjög brýn verkefni sem að kalla á alvöru lausnir í stað þess að allt sé útþynnt, eins og þú nefnir. Algjörlega. Já. Og við höfum einmitt fengið dálítið mörg stór mál núna undanfarið og ég held að ein ástæða þess að Íslendingar gefa þessari ríkisstjórn falleinkunn er að það er ekki samhljómur á milli þarfarinnar á að aðhafast með róttækum hætti á sumum sviðum sem sagt vilji almennings eða hugmyndir almennings róttækar umbætur þær stranda á skeri af því að við erum með stefnulaust tríó, þannig að rekald í stað þess að leiða þjóðin áfram og í stað þess að taka á því sem að þarf að taka. Þetta er búið að vera sko sérstaklega núna síðustu 3 ár. Þetta er ekki bara leiðilegt, þetta er sko, manni líður eins og allt sé einhvern veginn að sigla niður og bara spurningin er sko mun almenningur líta svo á sem þið séu svarið að einhverju leyti. Við höfum ekki séð svona kannski, þið eruð ekki einn af þessum stemningsflokkum, ef að segja að stemningsflokkarnir séu 3, það er Samfylking, Miðflokkur og Viðreisn. Ég veit ekki hvort Viðreisn er þarna en við erum allavega að sjá Samfylking og Miðflokk svona mikla stemningu í kringum þessa flokka. Í skoðanakönnunum allavega. Í skoðanakönnunum og maður sér að áran í kringum þessa flokka, til dæmis, svo ég bara horfi við mitt svið fjölmiðlunina, maður sér að það er svona skrifað að miklu meiri mildu Miðflokkin núna, heldur en var bara fyrir nokkrum mánuðum. Það er eins og að kollegar mínir í blaðamann og fjölmiðlastétt séu búin að átta sig á því að Miðflokkurinn er sennilega, eða mögulega að verða alvöru stofnun í íslensku samfélagi. Sem er ótrúlegt. Ég ætla bara að vera sammálaður með það. Þessi flokkur hefur raunni verið í ríkisstjórn áður. Þá voru loftárásir fjölmiðla mikið í umfjöllun þess formanns. Já, og saga þessara 2 einstaklinga sem skipa þingflokkin er náttúrulega bara, hún er bara þannig að maður spyr sig trúveruleikann. En það sem ég er að reyna að koma að með þessum langa formála, það er sko hvernig munið þið einhvern veginn sko fitta inn í kosningamengið sko. Við vitum það að við gætum farið í kosningar hérna skömmu eftir áramót. Hvað sko, hver er barbabrella þín? Já, góð spurning. Við erum alvarlegur flokkur. Þannig er erfiðar að vera stemningsflokkur kannski á þann hátt. Við tökum aðgerðum ráðherra alvarlega og gerum alvarlegar ábendingar þar sem að við á. Það er ekki rosalega gaman að vera, þú veist, litli strákurinn í 9 fötum keisara sem bendir á að hann sé ekki í neinum fötum. Í ævintýrinu þá klappa allir fyrir litla stráknum sem að bendir á þetta, en hérna einhvern veginn í raunveruleikanum þá sussa allir á hann. Og þetta er svona svo uppbyggðun einhvern veginn sem ég næ einhvern veginn frá vinnu okkar. Við erum langsamlega sko vinnusamasti þingflokkurinn á þingi. Er ekki flokkur fólksins samt ansi vinnusamar? Þau gera ansi mörg frumvörp. Já, eru þau 70-80 frumvörp? Já, heilhellingar frumvörp. Það er ekkert mál að gera endalaust mikið af frumvörpum. Þau gerir 10-12 frumvörpum breytingar á almannatryggingalögum. Það geta alveg verið 1 frumvörp. Og kannski kannski vantaði flokk fólksins þegar fóru að ræða stemningu að þau hafa líka verið að sigla hérna. Já, svona eitthvað. Þau eru alveg að ákveðinni innlifun og svona kærleika og svoleiðis og það er mjög gaman að sjá þau starfa en þú veist samt mikill munur á innra starfinu, allavega svona í nefndarstarfinu og svo framvegis og á Pírötum og flokki fólksins. Finnst mér allavega, ég er náttúrulega hlutdrægur, fólk verður bara að leggja mat á það eins og það gerir.
En sem sagt okkar áherslur með sko beint lýðræði, með gagnsæið, með ábyrgðina, með friðhelgi núna á tímum sjálfvirknivæðingar og gervigreindar og sko þetta eru rosalega mikilvæg mál sem að þarf að sinna núna næstunni. Við þurfum að sinna því hvernig við stundum stjórnmál betur og ég held að ég geti sagt að algjörlega skuldlaust að það yrði hvernig var það hérna mesta breytingin sem að væri hægt að ná í íslenskum stjórnmálum að ef að Píratar eru stærri en Sjálfstæðisflokkurinn. Það myndi hafa rosalega áhrif og gríðarlega áhrif á stjórnmálin og pólitíkinni í heild sinni. Hvað svona segirðu? Af því að sko Sjálfstæðisflokkurinn er ákveðin stofnun í íslenskri pólitík. Og þau hafa alltaf farið fram með stærðar svona bullyisma í rauninni ákveðna átt og alltaf vísaði einhvern meirihlutan ræður og svo framvegis. Jú, Bjarni, það er alveg sama hvað hefur komið fyrir Bjarna núna undanfarið, alltaf vísar hann til þess að engin stjórnmálamaður hafi fleiri atkvæði á bak við sig. Eins og það segir eitthvað, hann er líka með flest mótatkvæði í öllum skoðanakönnunum, það var allir í rauninni sem myndi segja ekki Bjarni á sama tíma. Hann vísar ekki það. Nei, hann vísar ekki það, það er ekki rosalega gaman að þeirri tölu. Nei. En mér finnst það svo rosalega augljóst allavega að ef að Píratar væru stærri en Sjálfstæðisflokkurinn þá þyrfti að fara fram í rauninni ákveðið bara uppgjör á því hvernig við stundum stjórnmál á Íslandi. Og með því að sko nulla út rauninni þennan lögfræðilega svona málamiðlunarferli sem að Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir og að taka inn í þessa breiðari nálgun á það hvernig við sýnum bara fólki almennt séð virðingu fyrir skoðunum þeirra eitthvað sem að Píratar einir gætu breytt í íslenskum stjórnmálum af minni reynslu. Já. Mér langar aðeins að nefna að hérna núna á Facebook gengur mynd sem menn hafa verið að túlka þannig að sko kjósendur Pírata séu meira til vinstri heldur en margur sá fyrir. Þú kannt nú betur að skýra þessa mynd, getur aðeins tekið við boltanum og sagt mér hérna hvað ég er að tala um. Já, hérna ég held að sósíalistar hafa verið þeir einu sem fóru meira í áttina að félagshyggju heldur en Píratar. Samfylkingin var rétt það bil á sama stað. En kjósendahópur Samfylkingarinnar er líklega tiltölulega mikið svona öðruvísi núna heldur en 2021 þegar þessi könnun var gerð. Já. En það snýst það hvar á þessum pólitíska ás markaðshyggja og félagshyggja og svo frjálshyggja og stjórnlyndi í rauninni er. Og Píratar og Samfylkingi voru þarna alveg efst upp til vinstri frjálslyndustu og í rauninni svona vinstri sinnustu eða félagshygnustu flokkanir. Já, kom það þér á óvart vegna þess að sko þið hafið hvorki vilja að skilgreina eitthvað beint til vinstri en ég hægir, er það ekki rétt hjá mér? Jú, alveg rétt. Í flestum svona mælingum sem ég séð áður þá hafa Píratar verið nær miðju. Og ekki endilega af því að sko svona eitthvað miðjumóð eitthvað þýmlít. Róttækur Framsóknarflokkur. Já, róttækur Framsóknarflokkur, Framsókn er meira til hægri, þó þið segi allavega. Heldur af því að sko við höfnum dálítið þessari hugmynd vinstri og hægri. Upprunalega að þá eru þetta náttúrulega konungssinnar og ríkisvaldssinnar. Það er að segja þau í franska þinginu sem að vildu þeir sem voru hægra megin vildu halda konungsvaldinu, þeir sem voru vinstra megin vildu losna við konungsvaldið og þeir unnu. Og þá eru þeir vinstri megin eru orðnir sko ríkissinnar og meðan einhvern veginn hægri menn þurftu þá að finna eitthvað nýtt og þá eru þeir andríkissinnar í staðan fyrir með konungsvaldi. En merkilega nokka þá virðast þeir samt ennþá verið að lobbya fyrir konungsvaldi þegar allt kemur til alls. Núna er þetta búið að þróast einhvern veginn í því að þessi markaðshyggja sem er þá gegn ríkinu í rauninni og félagshyggja sem er þá ríkisrekstur af þessu leyti. Og þó að við séum mjög fylgjandi
velferðarríkinu slíku, að það séu þessi svona þetta grunnfélagslega net að þá okkur raunni, þú veist, við erum ekkit endilega að lobbya fyrir ríkisrekstri almennt. Nei. Heldur bara að þetta félagslega net sé rosalega örugt og við erum sko var einhverjum umræðum jafnaðarstefnuna, að jafnaðarstefnan væri rauninni þegar allt kemur til alls eitthvað eins og skilyrðislaus grunnframfærsla eða borgarlögin, þetta félagslega net rauninni án allar þessar skerðinga sem gerast, krónuskerðingar að þegar þú ert með kannski barnabætur eða eitthvað svoleiðis, farið það eins herri tekjur og þá skerðist alltaf móti, þannig að þú festist í ákveðni svona fátæktara gildru í rauninni á ákveðnu tekjubili. Þú reynir að vinna meira en í rauninni fær skerðingar á móti, þannig að allir peningur sem þú færð á að vinna meira er skertur og þú ert bara fastur. Við höfum verið að tala að nei, við höfum að fara í frekar módel þar sem að það ekki sem sagt, skerðingar og þú getur ekki búið til þessar fátæktargildrur og það er rauninni mesta jafnaðarstefnan allt kemur til alls, það komið pínu óvart ég hafði ekki áttað mig á því þannig að kannski er það rétt hvað það varðar að við erum í rauninni mjög félagshyggjusinnuð á þann hátt en síðan erum við alveg líka þú veist markaðshyggjan á alveg rétt á sér á vissum stöðum. En við, ólíkt öðrum þá, getum sagt í hverju tilfelli fyrir sig að þetta er bara eitthvað sem að markaðurinn glímir við eða hérna er samfélagsleg ábyrgð. Við erum ekki gift því að það sé bara önnur hvor lausnin sem er rétta og eina lausnin í öllum málum. Hvort tvekja á rétt á sér. Þið voru samt sko eins og ég hef fylgst með ykkar störfum og pólitík síðustu ár þá finnst mér eins og að þið hafi verið nánast naív í trú ykkar á tæknilausnir og internetið er sannarlega eitt af því sem að hefur valdið mörgum væga sagt vonbrigðum að við trúðum því fyrir 20-30 árum að internetið yrði ókeypis háskóli og við trúðum því fyrir alla, bursið frá efnahag og við trúðum því að það myndi valdefla litlamannin en reyndin er svo að nú er náttúrulega upplýsingum stýrt sem aldrei fyrir og þetta reynist töluvert hættulegri skepna heldur en kannski sum okkar sá fyrir að hvað miklu leyti finnst þér núna sko þegar þú sérð áhrif internetsins á skoðunarmyndun og annað og hvernig auðhringir í rauninni eru farin að fikta í lífi okkar með að minnsta kosti siðlausum hætti. Ég veit. Já. Að hvað miklu leyti finnst þér sko eins og að þegar þú skoðar málflutning Pírata aftur í tíman og svona ykkar trú á þessar lausnir ef þú teiðarlega við mig að hvað miklu leyti finnst þér að veruleikinn hafi þróast í aðra átt heldur en þið sáu fyrr? Það þróaðist kannski í aðra átt heldur en við vorum að reyna að berjast fyrir. Við lögðum áherslur á sko jákvæðu hliðarnar á þessari tækni og vildum ná og beisla þessar jákvæðu svona eiginleika þessara tækni og það sama á við gervigreindina núna. Þetta eru sko, þetta er kjarnorku vopnið alveg upp á nýtt með alla sína sko gríðarlega sko jákvæðu möguleika, orku sköpun og ýmislegt svoleiðis með hvernig hérna staðan var í heiminum þá, en síðan þess að hann eyðileggingamátt líka. Þannig að ég myndi ekki segja sko nætevitet við vissum algjörlega af slæmu áhrifunum og vildum í rauninni girða í rauninni fyrir þá en maður gerir það einna best með því að sko nýta jákvæðu hliðarnar sem mest og í rauninni einblína á þær en á sama tíma að þá verður maður alltaf að hafa það svona aftan í höfðinu hverjir eru hættunar því að ef þú hunsar þar algjörlega þá koma þær tímalist í baki að þér staðan er einfallega svo að tæknin kemur til okkar hvort sem við viljum það eða ekki þannig að það eina sem við getum í rauninni er að reyna að beisla hana á sem jákvæðastan hátt ef við hunsum hana að þá
lendum við í vandamálum, þá hún yfirleitt nýtt til hins versta og ef eitthvað að þá eru þau varúðar orð okkar, þau heyrðust ekki. Það hlustaði enginn á það. Kannski kemur það svona í ljósi í spurningunni þinni að það var bara hitt sem sást. En þeir voru líka sko, ef ég man þetta rétt sko, ekki með þetta fyrir fram að mig rökstutt, en sem sagt, þið töluðu náttúrulega fyrir ákveðnu frelsi. Já. Og það þetta frelsi sem að maður spyr sér svolítið. Upplýsingafrelsi, gagnafrelsi. Jú. Friðhelgi líka sérstaklega sko, tjónleikafrelsið. Já, en korporist frelsi til þess að vaða yfir allt og alla. Nei. Þið voru ekki þar. Nei, við vorum ekki þar. Við erum ekki á sama stað og Bandaríkjamenn að fyrirtæki séu einhvers svona einstaklingar. Þegar að fólk hérna á Íslandi kemur með sem sagt einhver svona rök, ég sé nokkur mál þar sem að vera að gera upp ákveðnar skuldir sem sagt fyrirtækja í fjölmiðlum. Og þá koma forstöðumenn þessara fyrirtækja og bera fyrir sig einhverja friðhelgi. Það bara bölvaðalega skeftaði. Fyrirtæki nýtur ekki friðhelgi. Þannig að það svoleiðis atriði sem eru skipta rosalega miklu máli að viðhalda. Ég var til dæmis með mál sem sagt frjálsa birtingu ársreikninga. Það eitt af þeim málum sem ég hef komið í gegnum þingið og fengið samþykkt. Og þetta gerir það verkum að við getum öll farið á farið á netu og fengið ársreikninga allra félaga bara frítt. Þetta kostaði fjölmiðla áður 10.000 bara fyrir kannski eina blaðagrein að reyna að komast að þessum upplýsingum. Og ég hef verið að vinna svona aðeins meira að því að fá meiri upplýsingar. Þórdís Kolbrún sem var þá sem sagt iðnaðarráðherra bætti við hvað var það? Fyrirtækjaskráni í þennan ókeypis aðgang. Það var þingmál sem ég var með en samt kom það líka sem ríkisstjórnarmál. Fínt, frábært. Og það eitt að hluthafaskráin eftir. Og hluthafaskráin á þann hátt að hún sé stöðugt uppfærð. Við sjáum ekki bara einu sinni ári hverju hluthafar hvers fyrirtækis, heldur sjáum við alltaf þegar það eru breytingar. Þetta þarf að gera bara opinbert og aðgengilegt. Þannig að við sjáum allar þessar hreyfingar á svona þessari stóru peningaeign sem að allstaðar í samfélaginu. Þessi vefur eitthvað sem við viljum greiða úr og gera opin og aðgengilegan öllum því að fyrirtæki eru ekki með friðhelgi. Þú nefndir sjálfur áðan orðið spillingu. Já. Við kunnum ekki orðið spillingu hérna á Íslandi held. Ég held að við sjáum fyrir okkur ranga mynd. Það bara alltaf einhver brún pappisumslög sem verið að læða undir borðið eitthvað svoleiðis sko. Já, og það margt sem bendir til þess að það sé rétt hjá þér. En svona mín tilfinning svo ég hef ekki orðræðu greint að ekki talið í hvað þingræðum orðið spilling kemur fyrir. En svona mín tilfinning svo að þið Píratar ásamt Flokki fólksins þið ávarpið spillingu oftast á Alþingi. Ertu sammála því? Ég er sammála því. Já. Á mismunandi hátt. Á mismunandi hátt. Já, við nálgum spillingu aðeins mismunandi hátt við á Flokki fólksins. Já. Ein ráðgátan svo að eins og þú að hérna, þá bendir margt til þess að það sem spilling að við nálgumst það ekki sem spillingu. Og að hve miklu leyti þetta verkefni stjórnmálanna, að hve miklu leyti skiptir þetta máli þegar næsta ríkisstjórn verður sett saman, hve miklu máli skiptir í fyrsta lagi umræða að breyta samfélaginu með þessum hætti afhjúpanir og svo þá raunveruleg framkvæmd í kjölfarið? Rosalega góð spurning ég hef oft heyrt því svona varpað fram að það geti ekki verið spilling nema þessi ásetningur. Það einfaldlega rangt. Spilling getur gerst af afskiptaleysi. Mjög oft. Mjög oft einmitt og þá vandinn við það svo tökum nýlegt og augljóst dæmi sölu Íslandsbanka að framkvæmdavaldið hefur ákveðnum skildum að gegna.
það á að sinna ákveðnum sko svona bara tékklista í rauninni bara ég hæfur til þess að taka þessa ákvörðun eða ekki spurning sem að ráðherra þarf alltaf að spyrja þegar hann er að taka ákvarðanir þegar hann að selja banka af því að við vitum ekki hvort að til dæmis þegar að einhverju fjölskyldumeðlimir eru þarna innan borðs hvort að einhver óformleg samskipti hafa átt sér stað þannig að sem sagt, í málum eins og hagsmunaárekstrum að þá verður að sinna frumkvæðisskyldu þú verður að sýna fram á það fyrirfram að engir mögulegir hagsmunaárekstrar séu í gangi þannig að í svona tilfellum það sem að kæmi upp að ráðherra ætlar að fara að selja hérna Íslandsbanka eitt fjölskyldumeðlimur hérna á kaupendalistan þá verður hann bara að segja sér frá því punktur af því að við vitum ekki hvaða upplýsingar hafa borist með einhverjum óformlegum leiðum eftir leiðum sem að fjölskyldumeðlimir geta auðvitað komið á milli sín þetta ófrávíkjanleg sko krafa þannig að það ekki hægt að bera það fyrir sig að ég bara vissi ekki að fjölskyldumeðlimurinn væri að kaupa í bankanum þannig að ásetningur sem sagt það að segja að þarna hafi ekki verið ásetningur ég skal alveg trúa því meira að segja það skiptir bara ekki máli hitt sko varðandi það sem við þurfum að gera í rauninni í ríkisstjórnum framtíðarinnar með Pírötum að sinna pólitískri ábyrgð betur þarna eins skýrt dæmi í Íslandsbankamálinu spillingu og hægt að hafa það hver alvarleikin síðan annað mál skulum hérna leggja það til hliðar þetta mál geti verið á alvarleika þess að í alvörunni hafi þetta verið óvart sem að ásamt ekki vera eða ásetningur sem þá miklu alvarlegra þrátt fyrir að þetta þessi skólabókardæmi spillingu þá ekkert gert þetta ætti með öllum réttum bara lagareglum að fara fyrir landsdóm það ekkert flókið við það og raunir ætti ráðherra vilja fá það fyrir landsdóm til þess að raunir fá bara nafn sitt hreinsað ef að þetta væri í alvörunni svona mikið óvilja verk og einhverjum öðrum að kenna og alls konar svoleiðis og við þurfum þannig ábyrgð umboðsmaður Alþingis talaði rosalega mikið þetta sem svona pólitísk ábyrgð og pólitísk afskipti sem að verðist vera rosalega mikil ruglingur á hérna á Íslandi við erum með merkilega mikið af pólitískum afskiptum eða einhverju sem talið vera pólitísk ábyrgð eins og til dæmis núna þegar verið að skipta sér af máli blaðamannanna hérna fyrir á Norðausturlandi það ætlar ráðherra ekki að gera neitt og rauninni það ákveðin pólitísk afskipti þar sem það ætti að sýna pólitíska ábyrgð þarna verið að ganga á fjölmiðlafrelsi á mjög skrýtnum forsendum og það þarf að spyrja af hverju var í 2,5 ár verið að ganga fjölmiðlafrelsi sem að varð síðan ekkert úr. Átti til dæmis lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra að segja af sér í kjölfarið á þessu máli eins og það hefur verið borið upp? Mögulega það eina niðurstöðunum af því að þarna sko þegar það verið að ganga á svona stór og mikilvæg atriði lýðræði samfélag eins og fjölmiðlafrelsið þá þarf að gera það af gríðarlegri ábyrgð. Gefum okkur að vísbendingarnar hafi verið mjög góðar og það fáum við einungis með rannsókn á þessu. Að þá það kannski fyrirgefanlegt. En samt í 2,5 ár þá erfitt að einhvern veginn sjá fyrir sér að það geti verið málið. Já, en sjáðu hvað stefnu þetta að taka. Við erum hérna að tala um draumaheimin okkar, betri heim, batnandi heim, og þú nefnir landsdóm. Manni það ekki rétt að við kynningu á málum í vetur var það forsætisráðherra? Jú, það er komið fram núna í breytingum á ekki leggja niður eða? Tillögur á breytingum á stjórnarskrá frá forsætisráðherra. Að leggja niður landsdóm. Þannig að úrræði sem þú ert að tala. Já, en þá að færa það yfir til Hæstaréttar. Færa það yfir til Hæstaréttar. Já, sem svo sem allt í lagi. En það samt ekki, þú segir allt í lagi, en það samt ekki, var ekki ákveðin þungi í
þessu, samanber söguna, við vitum að þessu tæki hefur verið beitt. Við vitum að menn eru brjálaðir, þeir eru svo móðgæðir að þeir eru enn eru til stjórnar andstöðu þingmenn á þeim frá þessum tíma sem eru að skrifa bréf og biðjast afsökunar. Já, sem fyrst alveg fáránlegt. Veistu af hverju? Af því að þeir fá lítið að gera í samfélaginu. Einmitt. Já, sko, kannski það sem að þarf að biðjast afsökunar á þarna að rauninni fleiri ráðherrar hafi ekki verið sendir fyrir landsdóm. Sko, í þessari atkvæðagreiðslu sem að fór þarna úr öllum böndum víst, að þá var því hafnað að senda nokkra aðra ráðherra fyrir landsdóm. Sem að ég held að hefði verið betra að gera. Já, allir saman að það held ég. Til þessi rauninni þá fá bara þá sýknu sem að virtist vera að þeir ráðherrar hefðu fengið. Það hefði verið betra fyrir þá einstaklinga líka. Þannig að það var engum greiði gerður með því að sko koma rauninni á þennan pólitíska hátt einhvern veginn að losa þau undan þeim málaferli. Nei. Þannig að það afsökunin sem við þurfum eiginlega að sko gera þetta hefði ekki verið betur gert. Niðurstaða landsdóms var eins og niðurstaða landsdóms var. Ég held að enginn sko kvartu undan því að það hefði einhver verið illa gert. Ég held að allir segi bara að það hefur verið bara mjög vel unnin niðurstaða. Það allt kemur til alls. En sko þegar við erum með flokk sem alfa og omega alls þjóðfélagsins áratugum saman, þá verður hégóminn og þá verður orðsporið og þá verður ímyndin, menn verða svo rosalega viðkvæmir. Menn fá alls konar ranghugmyndir sína eigin stöðu og samfélagsins og maður sá í þessu landsdómsmáli og hefur svona verið að sjá síðar, en nú hillir sennilega undir breytingar af því að Sjálfstæðisflokkurinn að minnka svo mikið. En sem sagt þessi, hvað maður að segja, þessi orðspors vídd að enginn megi vamsitt vita, að þetta vandamál sem hefur í rauninni leitt til alls konar snúninga á alls konar málum, kannski getum við spáð því að þetta vandamál sé að minnka og kannski verða á sögunni ef þessar risastærðir verða útþynnast og við endum með töluvert fleiri flokka náttúrulega heldur en við hafa haft áður, en engan þeirra í svona rosalega dominerandi í yfirstærð. Þetta ástæðan fyrir því að segja að í rauninni engin annar flokkur en Píratar geta rifið upp þetta pólitíska hagsmunakerfi. Það bara einfaldlega þannig og ég held að fólk skoði það bara einlæglega og heiðarlega að þá komist það að sömu niðurstöðu. Björn Leví, við erum svona næstu í búinu með tímanum. Mér langar að segja þér frá því að þegar ég fékk ykkur Brynjar Níelsson til að setjast við borðið daginn og þið rifust ekki neitt, þá var ég svolítið hissa vegna þess að sko, þetta nú bara svona léttund úr í lokin að það hefur nú stundu viss sem að sá ágæti maður hafi þig svo gjörsamlega á heilanum að bara nafnið þitt hafi komið fyrir í hverjum einasta pistli, 15-20 pistla í röð. Hvað það sem að hvaða spenna þetta á milli, hún raunveruleg á milli þín og Brynjars eða þetta bara eitthvað svona leikrit? Sko, Brynjar vinur minn ágætis lyklaborðsritari, við vorum það þannig. Og ég held að færi aldrei í taugunar á honum hversu mikið hann kannski myndi vilja vera í mínum sporum frekar. Já. Það að segja, í þeirri svona gagnrýni sem að sko, við Píratar höfum verið í, eins og ég fekk hann til að viðurkenna að vera nú meiri Pírati heldur en miðflokksmaður, að það í rauninni eitthvað sem að hann myndi held ég frekar staðan sem hann myndi vilja vera í. Já, en nú hann búin að segja að sér varaþingmennsku þið munið ekki hittast það sem eftir lifir þessa þings. Hefur þetta verið svona ástarhatur samband, fannstu fyrir sársauka í brjóstinu þegar þú last að hann var búin að segja á sig sem varaþingmaður? Það kom stuttu áður en það var í rauninni tilkynnt, þar að segja á milli þess að maður sá að hann var að segja af sér varaþingmennsku og áður en hann var tilkynntur sem sagt stjórnarmeðlumur í mannréttindastofnun að þá kom eitt starfsmaður Flokks fólksins og hvíslaði því að mér
ég held að hann sé að fara í mannréttindastofnun og ég hló eins og ég veit ekki hvað. Það var komískt. Það var gríðarlega komískt. Var hann búinn að skrifa gegn því apparati? Jú, en bara gegn því endalega, þetta held ég lykilatriði, kannski förum aðeins í svona stóru myndina hvað þetta varðar, að ég sé oft svona mjög mikið sameiginlegt með okkur og sjálfstæðismönnum og svona sjálfstæðisstefnunni kannski fyrir utan hversu rosalega markaðshyggjuleg hún er, en þú veist þessi frelsis og svona ákveðin öryggistefna og svo framvegis. Að munurinn á samt Pírötum og sjálfstæðisflokknum þegar allt kemur til alls á þeim vettvangi er að sjálfstæðisflokkurinn er alltaf að leggja til sko eftirlitsheimildir, valdheimildir sem að snúast að eftirliti með borgurunum. Það er efla valdheimildir lögreglu gegn borgurum og meðan við viljum efla valdheimildir gegn valdhöfum. Það er að segja lögreglan og réttarkerfið og ýmislegt svoleiðis á að passa upp á það að þau sem eru í alvörinu með völd þurfi að axla ábyrgð og það er stóri munurinn á okkur sjálfstæðismönnum allavega svona hvað svona frelsisapparatið varðar. Já, einmitt. En Brynjar á sér ágætis hliðar líka og allt í lagi nefna það að hann er til dæmis heimild í bókinni minni spillingu sem er að koma út á næstu dögum. Spennandi. Og hann má eiga það að hann sem sagt þáði það þegar ég leita eftir því að fá hans hlið á alls konar spillingamálum og hans bara viðhóttu spillingar. Hann sagði já og við hittumst. En það er allavega jafna mjög erfitt að fá sjálfstæðismenn til þess að ræða spillingu. Það er mjög erfitt að fá framsóknarmenn. En það er flokkurinn og flokkarnir þarna í kjarnamálsins yfirleitt allstaðar. Pólitísk spilling, pólitíska ráðningar og svoleiðis eru rosalega algengar í þessum flokkum. Mjög erfitt að fá framsóknarflokkinn til þess að ræða spillingu. Mér finnst ekki auðvelt að sjá fyrir mér að ég geti kallað Kristrúnu Frostadóttur og að ég ætla að eiga langt mál við hana spillingu. Ég er ekki viss að það myndi enda með einhverju stórkostlegu og ég held að hún myndi bara fara undan í flæmingi. Viðreisn? Mögulega. Þetta er mál. Já, mögulega segi ég en ekki endilega. Það er því frjó umræða sem kemur út úr því. Spilling er mál. Sem við erum sko gegnum sýrir samfélagið frá móti kvölds, kostar okkur alveg gríðarlega peninga og veikir samtakamátt íslensku þjóðarinnar fyrir þessu utan að það er töluverður fjöldi fólk sem rekst héðan frá þessu samfélagi okkar, bara út í heim vegna spillingar. En á sama tíma þá er bara mjög erfitt að fá pólitískt kjörna fulltrúa til þess að ræða þetta mál. Það er ekki hvað frægsetning frá þingmanni fyrir tíðar varðhundar valdsins. Jú. Rísa upp á afturlappinnar í hvert sinn sem það er í eða því að einhver spilling sé í gangi. Jú. Og það er ennþá satt. Já. Heyrðu, en Björn Leví Gunnarsson, kæra þakkir fyrir spjall hugmyndafræði Pírata að hluta til. Það sem er að gerast og það sem hefur gerst. Þú ert í hópi þeirra sem þú ert nánast alltaf til að tala við almenning í gegnum fjölmiðla og það fólk er okkur verðmætt. Þannig að takk fyrir það. Takk sem leiðis. Og við förum yfir í aðra sóma. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is